Og Kínverjar hafa rætt við íslensk stjórnvöld að byggja hafnarmannvirki á Íslandi vegna siglinga yfir norðurskautið. Þetta upplýsir Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra, en á ráðstefnu í dag sagði hann mestu viðskiptatækifæri Íslendinga á þessari öld tengjast heimskautasvæðunum. Kristján Már Unnarsson segir frá. Salurinn var þéttsetinn á ráðstefnu sem utanríkisráðuneytið, Samtök atvinnulífsins og Íslandsstofa efndu til sóknarfæra á norðurslóðum. Ég held að stærstu viðskiptatækifæri sem að Ísland getur nýtt sér á þessari öld, þau munu tengjast heimskautasvæðunum, og það er fyrst og fremst olía og gas, það eru öðru lagi siglingarnar. Og ráðherrann upplýsti að Asíuþjóðir hefðu sýnt áhuga á að fjárfesta í höfnum á Íslandi. Meðal þeirra sem hafa sýnt þennan áhuga það eru Kínverjar, það er ekkert launungamál. Í kjölfar þess að snjódrekkinn kom hérna, ísbrjóturinn sem var hér í sumar, þá hafa verið hér á ferðinni fulltrúar mjög stórra skipafélaga, raunar þeirra stærstu í heimi, sem hafa átt viðræður við okkur hér heima. Hann býst við frekari tíðindum af þessum málum á næsta ári. Þeir hafa áhuga á því að þróa hér hafnaraðstöðu með Íslendingum, vegna þess að þeir eru sömu skoðunar við að fyrsta leiðin sem að verði fær sé miðleiðin svokallað sem að liggur beint yfir Norðurpólinn. Oftast er rætt norðurleiðina meðfram Síberíu og norðvesturleiðina meðfram Kanada, en miðleiðin þýddi að Ísland yrði í lykilstöðu. Hvernig líst þér á það að fá kínverska fjárfestingu í íslenskum höfnum? Mér líst ekki illa á það. Og segir fleiri þjóðir hafa áhuga. Eins og til dæmis Singapore, eins og Dubai, og reyndar hafa stór fyrirtæki líka í Evrópu verið á ferðinni mjög nýlega hér.